Við erum stödd á góðamóti 7. flokks karla. Hérna reykvist við á forseta Íslands. Það er Gunnar T. Jóhannesson. Gunni, þú ert sem sagt ekki í embættiserindum heldur sem foreldri eða hvað? Já, hér á ég ungan dreng í Stjörnunni og við erum komnir feðgar til þess að keppa og skemmta okkur. Þannig að þú ert í fyrsta skipti? Ég er í fyrsta skipti á góðamóti. Leiðin hefur aldrei leiðið hingað áður en ég er þegar búinn að sjá að hér er allt í föstum skorðum, þaulvanir menn á hverjum pósti og skipulagið skýrt, allt til fyrirmyndar. Þú ert náttúrulega kominn á þann aldur og þú hefur tæplega verið á góðamóti þegar þú varst á þínum yngri árum. Þú varst í íþróttum eitthvað? Já, ég var í íþróttum. Ég var í blaki og handbolta en náði nú aldrei í fremstu röð skulum við segja, en hef mjög gaman á íþróttum, er alveg alæta á íþróttir og veit fátt skemmtilegra en að fylgjast með íþróttaviðburðum, þannig að hér líður mér mjög vel og hér er líka svo góður andi, krakkarnir skemmta sér, foreldrarnir kunna sig, blessunarlega þá hefur það skilað árangri, svona nokkurs konar átak sem var sett í gang fyrir nokkrum árum að hérna papparnir og mömmurnar væri ekki að reyna að fjarstýra krökkunum á hliðarlínunni, hvað þá að veita dómurum vingjarnlega leiðbeiningar, þannig að hér standa sig allir með sóma, þjálfarar, dómarar, keppendur og áhorfendur, þar á meðal auðvitað foreldrarnir. Þannig ég þarf ekki að vera í vafi það að þú stendur ekki hér á hliðarlínu og kallar dómari. Það er nú verið samt gaman að þetta geti dómararnir breiðust við því. Já, ég veit ekki hvort að þeir myndu taka eitthvað frekar hérna mark á mínum ráðleggingum en annarra, ég vona ekki en það á ekkert að haga sér þannig, enda standaði sem með prýði. En svo er það nú eins og þú kemur inn á, þetta foreldrar eiga ekki að vera að stjórna hliðarlínu og þetta var vandamál hérna fyrir nokkrum árum, en ef maður horfir á krakka í dag í íþróttum, allavega í þessum aldurshópi, þá er þetta ekki vandamál. Já, nei, alls ekki og ég veit líka, foreldrarnir vita það að börnin græða ekkert á því að pappin eða mamman sé að segja, hérna, hlauft upp kantinn, farðu inn í og gerðu hitt og þetta. Hvernig eiga blessu börnin að læra að átta sig á þessu sjálf ef það er einhver pappi með stýripinn á hliðarlínunni. Þannig að það er engun til góðs að vera að haga sér þannig. Enda við sjáum þetta varla nú orðið. Og svo væri til þess að bæta gráan svarta að mamma kallaði svo hinum megin og svo þjálfarinn að þannig að þá reyna að gefa leiðbeiningar. Þannig að já, þetta er liðin tíð, blessunarlega. En allavega þið feðgar þið njótið lífsins hérna á góðamótinu, sjáu ekkert eftir að hafa komið? Nei, þvert á móti, hér höfum við skemmt okkur innan vallar sem utan og alltaf gott að koma norður fyrir okkur á höfuðborgarsvæðinu, rjóma blíða líka. Ég veit að sumir ætla að skella sér á skíði núna seinna og aðrir fara í sund og alltaf er nú vel tekið á móti manni þegar maður kemur hingað norður. Það hefur nú verið mjög mikið það í gegnum áðurinn einmitt á þessum góðamótum að fólk að sunna nota tækifæri, það fer hérna í fjallið og jafnvel inn í skautahöll og svo fær hann náttúrulega allir að fá sér ís. Já, maður fær sér brynjuís, eða ekki, ég má segja það og hérna... Jú, brynjuís var fastu punktur í góðamótunum áður en núna er það ísgerðin í Kaupvangi. Já, við bara tökum öllum ísfagnandi. Já, með brósofur. Með brósofur, já, heldur betur. En segðu mig Guðni, ég var fyrirfram búinn að ákveða einmitt að spyrja að þú ert búinn að svara eiginlega, þannig að ég þarf ekkert að velkjast í vafa það að Guðni, hann er ekki þessi pappi sem sleppi sér á hliðarlínunni. Nei, ég er ekkert að stæra mig af því neitt, en þannig eigum við foreldrar að hafa okkur. Börnin eru hérna til þess að skemmta sér og bæta sig, þau eru kappsöm auðvitað, þau vilja vinna, en svo þegar leik er lokið þá tekur það kannski örfáar mínútur að svekkja sig ef úrslitin voru ekki sem að kaus og það eru allir vinir hérna og það væri svo fjarri okkur foreldrunum finnst mér að fara að stressa blessuð börnin þegar þau eru bara hér í leik og keppni. Það er auðvitað þannig og það er náttúrulega skemmtunin og ánægin sem að þarf að kalla fram í þessum krökkum. Þannig að haldist í íþróttinni, sett ekki og snemma að pressa á þau. Vissulega og við verðum líka að passa okkur á því og þjálfarar og forráðmenn liða líka
að byrja ekki of snemma á sko einhvers konar afreksstefnu skulum við kalla það. Auðvitað þurfum við að skipta liðum að einhverju leyti eftir getu, en Guð hjálpi mér við förum aftur að gera eins og var gert þegar ég var ungur, að það var bara valið í lið sko, 2 bestu strákarnir eða 2 bestu stelpunnar hjá stelpunum og svo sátu þeir alltaf eftir sem ekki höfðu mesta hæfileikana. Allt svoleiðis verðum við að forðast og við þurfum að leyfa öllum að vera með, og þetta gildir líka aðrar íþróttir. Mér finnst dálítið áhyggjuefni að tiltölulega snemma farið að segja við krakka núna, ef þú ætlar að einbeita þér að handbolta, þá máttu ekkert vera í fótboltanum. Ef þú ætlar í fótbolta, þá getur ekkert verið að stunda aðrar íþróttir. Þetta er svo vitlaust, krökkunum vegna og líka út frá íþróttunum. Ég skal segja eina sögu. Það var rússneskur handboltamaður sem kom til Stjörnunar, míns góða félags, og hann var alveg svakalega flinkur, flottur fintari, smaugu í gegnum varnirnar. Og ég var að spyrja hann, já þú lítur að hafa lært þetta af handboltaæfingunum í gamla daga, ykkur lítur að kenta þetta í Rússlandi. Hann sagði, nei, þetta lærði ég ekki í handboltanum, ég var í júdó. Hann lærði þetta í júdói, að hann var lítill, nettur, og í júdó varð hann bara að nota snerpuna og hraðan og kunna að smeygja sér úr fangbrögðum. Þannig að ég er algjörlega á móti því að við séum að leita að sérhæfingu tiltölulega snemma eða finna bestu krakkana 10, 11, 12 ára. Svo er þetta líka fólk sem er að taka út, sérstaklega hjá strákunum, sko, kynþroska kannski á miklu fyrr en aðrir og menn vaksa úr grasi og verða miklu stærri höfðunni hærri en aðrir, sko, 10, 11, 12 ára. En svo koma litlu snöggu krakkarnir og ná þeim 15, 16 ára og ef þeim er ekki sinnt að þessum tíma, þá erum við kannski búin að missa svo marga. Þannig að burt með alla sko, afreksstefnu hjá 10, 11, 12 ára krökkum, það skila sér ekki. Þannig að við séum kannski, með því væri við kannski að missa efnilega krakkar sem eru kannski seinþroska sem að við hefum þurft að halda lengur inn í. Já, og líka við þurfum að horfa á tilganginn. Auðvitað er gaman fyrir félög að sjá efni og það er krakkar í fótbolta sem verða atvinnumenn, en svo eru líka allir hinir sem eru í þessu af því að þau hafa gaman að því. Og það er skylda félagana að sinna öllum jafnt, sjá afrekskrakkana og hlúa að þeim, en einblína ekki á þá, leyfa hinum að vera með og það kennir líka þessum flottu duglegu, það kennir þeim líka margt í íþróttinni að taka tillit til annarra og hjálpa, vera með, styðja þá sem er ekki alveg eins góðir, því að þetta eru íþróttafélag sem fá styrki frá hinu opinbera og það er skylda þeirra að sinna öllum. Það eru skilaboð forsetans. Og það er það sem að við getum verið kannski sammála að það sé þemað í mótum eins og góða mótum núna, þetta sé númer 1, 2 og 3 og allir séu með og það sé gaman. Já, og það er hægt að gera þetta tvennt. Það er hægt að leyfa öllum að vera með og það er líka hægt að leyfa þeim að njóta sín sem eru af náttúrunnar hendi betri en hinir í fótbolta, vilja leggja harðar að sér. Það er hægt að gera þetta tvennt. Það er vel hægt að sinna öllum en leyfa líka þeim bestu að blómstra. Gunni, þetta er flott lokað, en kannski einhver sérstök skilaboð sem vil senda bara til krakkana og foreldra ánægðislu. Ég vil bara fagna því að fá að vera með fólkinu í landinu hérna. Ég vil óska Þórsurum til hamingju með flott mót og vona að ég fá að koma aftur. Gunni, þetta er fallið lokaður. Ég segi bara njóttu helgarinnar og eigðu góða stundir á Akureyri. Takk að kella, takk sömuleiðis.